Ég ætla að sýna ykkur hvernig auðveldast að leysa þetta samróf og krossróf mælingaverkefni. Munið samt númer 1, það engar reglur hvernig maður leysir verkefni, þannig að við reynum að gera það hvert og eitt eins og okkur finnst best. Þú notar bara þína aðferð og reynir að einfalda verkefnið alveg eins og þú getur. Það grundvallaratriðið. Þetta verkefnið. Þetta það sem við ætlum að mæla. Samrófi, krossrófi, samrófi, ljós. Við vitum ekki hver rofi samrófan og krossan, það getur verið hver sem af þessum. Vírarnir allir ruglaðir og við þurfum bara að mæla og finna hvar hver Það sem ég ætla að byrja að gera til þess að einfalda málið aðeins að finna hvar ljósaperan og eins og alvöru sjónvarpsskokkur þá ég búinn að finna hérna ljósaperuna. Hún hérna 333 ohm. Ljósaperan nokkur 100 ohm, það fer bara eftir hérna vattatölu hvað hann Hún svona bilinu 150 til 450 eða eitthvað svoleiðis. Til þess að finna peruna þá fer maður bara hérna bara á línuna hérna, færi pinnan, færi pinnan, þangað til maður finnur mælingu sem nokkur 100 ohm. Það sem ég ætla að gera núna til þess að einfalda málið aðeins að færa peruna í þangað sem ég veit hvar hún Ég ætla að hafa hann á þægilegum stað hérna á endanum. Þú þarft náttúrulega ekkert að færa hann og getur bara merkt inn á blaðið hvar hún en ég ætla að hafa þetta aðeins einfaldara og þá hún bara hérna. Svo ætla ég að stilla yfir á bípskalan hérna og ég búinn að einfalda þetta líka aðeins. Það sem ég þarf að gera til að finna hvar rófarnir að mæla hérna. Hér ég búinn að finna Nú þarf ég að finna þennan enda hérna. Ég ætla að prófa að hafa þennan hér. Já, það miðjan af þessum þremur. Og ég ætla þá bara að raða honum upp hérna eins og ég vil. Ég ekkert að svindla þó að ég raði vírunum upp á nýtt. Röðin af þessum tveimur skiptir ekki máli, þetta bara hlaupararnir. En ég vil hafa hinn fyrstan. Það var málið strax að einfaldast töluvert, bara 2 rófar eftir. Og ég held bara áfram að mæla. Þessi hérna. Nú spurningin. Þetta þessi. Hvert upp á hann. Og ég prófa að halda þessum rauða föstum hérna. Ég verð náttúrulega að vippa þessum yfir til að fá breytingu.
þá fer hann hingað. Þannig að þetta er, þessi rauði er þessi. Þannig að það er hér, ég merki það bara hérna. Þessi og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 hérna. Hvar var hinn? Þetta, ég er strax búinn að gleyma því hvar hann var. Hérna. 1, 2, 3, 4. 3, 4, hérna. Þessi er aðal. Ég gæti merkt bara inn á hvar hann er, en ég ætla að gera eins og áður en að ég ætla að færa hann. Þetta var þessi sem hreyfist ekki. Ég ætla bara að setja hann hérna í rétta röð. Svona. Úps. Og svo var það 1, 2, 3, 4 þessi. Og 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Þessi síðast hérna. Það er bara 4 eftir. Ég veit ekki ennþá hver þeirra er krossrófin. Það finnur maður út þannig að sá rofi virðist allur verið tómur rugli sem er á mælan. Byrjar þannig. Hér er eitthvað. Það var bara hingað. Þannig að þessi var hingað. Hvað með þennan? Þetta lítur allt út fyrir að vera krossrofi. Þannig að nú þurfum við að finna út kemur erfiðir parturinn. Hvar eru föstu punktarnir og hvar hoppar hann á milli. Ok. Og ég ætla að gera alveg eins, ég ætla að hafa þessa föstu hérna megin og lausu hinum megin. Þessa punkta hér og þessa punkta hérna. Það sem við gerum núna er að teikna upp hvernig þetta er. Svona. Hérna var ljósið. Hérna var samrofi. Liggur hingað.
Hérna var hinn samráðan, þessi sem við byrjuðum á. Og hér þetta fannst endinn. Hér við erum með krossrófan hérna. Hann snýr svona. Svona og svona. Sem þýðir það að samkvæmt tekníkunni góðu hérna. Þessari. Og þá er þetta bara þannig að hérna fasi kemur hér inn. Þessi laupar yfir í þennan, þessi laupar yfir í þennan, þessi laupar í þennan og þessi laupar yfir í þennan. Endinn hér út, hér inn og hér kemur núllið í peruna. Þá er það komið. Hér er allar lykkjurnar komnar í og tengja rafmagninu á það og skulum prófa. Og nú á ekki skipta neinu máli á hvaða takka ég ýti. Það á alltaf að kveikna þess vegna sem það gerir.